Já, fyrsti sigurinn staðreynd. Já, það er rétt. Frábær framistæða í dag. Gríðarlega ánægður með liðið við héldum hreinu og skoruðum 3 mörk. Voru mjög einbeittir í þessu leik, vinnuframlagið frábært og skipulagið gott. Leikmennirnir bara tóku út inn á völlinn og sýndi hvað í þeim bjó og ég var, eins og sé, gríðarlega stoltur af liðinu. Það leit mjög vel út hjá okkur í dag og hérna, leið á fyrsta markið dettur og þá virtist aldrei að hættu. Já, við gáum lítið að færum á okkur svona heilt yfir og sköpuðum okkur eitthvað líka og það er eitthvað sem við getum tekið með okkur í framhaldinu. Við erum búin að fá mikið af mörkum á okkur í síðustu leikjum og það var frábært að halda hreinu í dag. 3 mörk og clean sheet, það er svo yfir litla kvarta þar. Já, þú biður ekki meira og ég sagði nú við strákana fyrir leikinn að ég væri mjög sáttur við 1-0 sigur í þessu, bara að fá einbera 3 stig sem við erum búin að bíða eftir en við náðum frábærum sigur í dag og gott að fá þessi 3 stig. Við erum búin að prófa allt í þessu núna, búin að skora einhver mörk og búin að fá okkur mörk og búin að fá jafntefli og sigur og þannig að við erum að fá þetta allt í reynslubankann og þetta hjálpar okkur með framhaldinu. Var auðveldar að setja upp þennan leik, svona þekkjandi kannski Fjölnisliðið betur heldur en margir aðrir? Nei, alls ekki sko. Við ætlum bara að taka það sem við gerðum vel í síðasta leik á móti HK og taka það inn í þennan leik og það gerðum við frábærlega vel en Fjölnisliðið, já, þeir voru kannski, það var ekki þeirra dagur í dag, má segja það og við gengum dálítið á lagið og stóðum okkur vel. Tekur Kristófer og Axel út af svona vill snemma kannski í seinni hálfleik, þeir ekki fitt eða eitthvað tæpir? Við erum í geggjuðu standi, allir leikmennir, við erum með 25 manna hóp og allir í toppstandi, þannig við erum alltaf bara að reyna að dreifa álaginu, mikið að leikjálag, þannig að þetta er bara kærkomið fyrir alla og að fá mínútur. Eigum við vona að sjá Skotann í næsta leik? Já, ég hitt hann í morgun í fyrst skipti og ég vona að þið fá að sjá hann eitthvað líka í sumar. Takk. Takk.